Áður en við byrjum viljum við taka skýrt fram að ekkert sem fram kemur í þessu hlaðvarpi ber að líta á sem fjárfestingar, fjármála eða skattaráðgjöf. Hlaðvarpið er eingöngu ætlað til fræðslu og almennar umræðu Bitcoin, sýndareignir og tengd málefni. Fjárfesting í sýndareignum felur í sér áhættu. Verð getur sveiflast mikið og þú getur tapað hluta eða allri fjárfestinguðinni. Kynntuðu málin vel og taktu sjálfstæða ákvörðun ef þú ætlar að fjárfesta í sýndareignum. Takk fyrir. Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag er föstudagurinn 17. júlí 2026 og Bitcoin er í $63.226 og hjá mér er sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæll. Það er af ýmsu að taka fyrir þennan átt og ég veit ekki að ég er ekki mjög vel stemdur til að ræða HM en mér finnst enga síður við verðum að gera því nokkur skil fyrst að það hefur verið svona gegnum gangandi þema síðustu þætti. Ég er auðvitað bara harmi slegin bara öllu gafni slegin. Ég er bara virkilega, ég er ekki að grínast, ég er bókstaflega harmi slegin, ekki bara fyrir þær sakir að England sé dott út, heldur hvernig það datt út. Og ég þekki alveg mjög vel sem verandi að fylgjast svona mikill ástríðu með mörgum íþróttum að oft er maður mjög súr út í einstaka leikmenn en að þessu sinni er einhvern öll mín gremja beinist að Tuchel þjálfaranum sem ég hafði mært í hástert ítrekað og ég er svona, þegar ég dett inn í svona, ég var búin að innbyrða alveg gríðalegt efni af viðtölum við hann og við Kane og Bellingham og fleiri og fekk gríðalega góða tilfinningu fyrir þeim öllum og svo tilfinning er óbreytt sko gagnvart leikmönnunum en ég bara viðurkenni að þetta sem hann gerir í þessum leik að þeir þetta er bara hnífjamleikur og þeir komast yfir sem mín upplifun er svo að þetta hafi verið svona, þeir hafi kannski svona verið ívið sterkari englendinganir fram að markinu en má alveg segja bara hnífjamt og var mjög lítið færi á báðum liðum, nánast ekki neitt og maður er nýbúin að horfa á daginn fyrir á Spán Frakkland sem byrjaði með nokkuð sambarilegum hætti þar til Jamal fær þetta víti og þeir komast yfir og þá svona virkilega tóku Spánverjar algjöra stjórn á leiknum og manni fannst nánast bara tímaspjósmál hvenær þeir myndu bæti í sem þeir gerðu og voru alltaf líklega fannst mér að vinna 3-0 en kannski þú veist svona stóri lærdómur að það er að ekki á neinum tímamúndi fyrir kannski utan 1-2 skipti en þá voru að færi til að verða færi Frakkland fekk ekkert dauðafæri í leiknum. Nei. XG þeirra var 0,30 okkar big chances var 0 og við vorum með þessa uppskrift sko og hérna af einhverjum óskilalegum ástæðum og ég man bara nú ætla ég ekki þykast vera mikil sérfræðingur en bara strax þegar Gordon er tekin út af þessu skoraði markið skiptir varnarmann og ég var svona ok, þetta mér leið ekki vel en ok, gott og vel ég hugsaði, þú veist, ég meina þetta er ekkert einhver endilega drastiskar breytingar og alveg eðlilegt að momentumi sveiflaði svolítið með Argentínumönnum í einhvern tíma og þú veist svo fannst mér þetta virkilega þegar hann bætir svo í þetta og tekur Declan Rice út af mér fannst það sko frekar ef þú ætlar að fara í þetta rugl á annar borð sem er algjörlega galið finnst mér og greinilega mjög mörgum öðrum því ég var að hlusta á sko eldri viðtöl við Ferguson og við Fabregas að tala nákvæmlega þessar stöður, þú kemst 1-0 yfir í leik sem mikið eftir, þetta er bara, þeir voru báðar að segja þetta versta sem þú gerir er að fara að gera skiptingar
þar sem þú ætlar að byrja bara, ég skildi það mjög vel á móti Mexíkó á Azteca verandi manni færri. Já, ég skildi það mjög vel eitthvað svona Sunderland Man City eða eitthvað svona þess að allan leikin. Það líka, einmitt. Þú veist, þú ert sigur stránglegri aðilinn fyrir leik samkvæmt veðböngum. Já. Og sko, og líka, þú veist, meiri sem þá hefði ég samt ekki skilið þetta, en ég kannski fengið þetta betur skilið ef þetta hefði verið úrslita leikurinn. Já. En hvaða skilaboð ert að senda inn í úrslita leik á móti Spánverjum þar sem lág alveg fyrir að bæði Spán og Frakland voru betri en bæði Argentína og England. Þú ert að fara að spila hennar úrslita leik og þetta eitthvað veginn confidence, já, ef við eitthvað náum að merja eitthvað einsmarks fóristu, þá ætlum við að, þú veist, bara pakkaði vörn í 35 mínútur og svo þegar það er greinilega ekki að ganga bara til 10 mínútur, þá breytir hann ekki eins og stefnu. Nei, bara double down á þetta, sko. Og eftir að Declan Rice var komin, var tekin út af þá bara England komst ekki við miðju, það sem þetta var. Af því það var enginn til að tengja vörnina við miðjuna og koma boltan fram. Þetta var bara sko íþróttaglæpur sem Tuchel framdi. Og ég skal alveg viðurkenna og svo skulle segja þetta bara gott að mér fannst væga sagt gríðarlega ósmekklegt af leikmönnum Argentínu að veifa borða Falklandseyjar eru okkar og ég rétt spyr mig hver viðbröðin hefði verið hjá heimsbyggðinni ef England hefði unnið hennar leik 1-0 eða 2-1 og þeir hefði verið veifandi Harry Kane, Bellingham og Pickford hefði verið með borða hérna Falklandseyjar eru okkar. Það er bara mín skoðun. Þetta á bara ekki heima í þessari keppni. Þetta var ég bara horfði á þetta og ég hugsaði bara með mér þetta er bara harmleikur. Þetta er bara harmleikur sem er í gangi í heimi sem einmitt þarf samstöðu og við sko viljum ekki sjá þessa pólitík í þessu fallega fyrirbæri sem þetta getur verið knattspyrna og út frá svona íþróttamælikvarða þá eyðilagði Tuchel það en út frá svona the spirit of the game þá eyðilugu Argentínumenn það og núna bara ég viðurkenni mér er anskotansamum hvernig þetta mót fer ég bara segi það þetta er ég er bara áfram. Já, en þeir með að eiga það, þeir hafa allavega ekki verið með neitt svona rugl, sko, og hérna, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, aftur, þá er Argentínumenn underdogs, en þeir virðast eitthvað einn, nóg um það. Hérna, ég viðkynni samt, ég er svona að gíra, mér langar eiginlega að tala meir um þetta, en ég bara ætla ekki að gera... Ég ætla ekki að gera hlustendum það og ég ætla ekki að gera sjálfum mér það. Sko, þetta er áhugaður vika. Við byrjum vikuna á jákvæðum verðbólgutölum. Förum niður í, sko, síðustölu voru 4,1% og við förum niður í 3,5% og töluna sem búist var við var 3,8%. Og þetta er mesta lækkun síðan 2020 held ég. Já, og þetta er alltaf gríðarleg líka, sko gríðarleg munur á því sem búist var við. Já, það er ótrúlegt. Og enda fer Bitcoin yfir 65 eða þess vegna geta trúa að það hefði farið herra við þetta. Og framleiðslutölur komu sömuleiðis, þess að PPI komu líka vel út en sko við nánari athugun þá sést að stór hluti af þessari lækkun má rekja til lækkandi eldsneytisverðs vegna olíunar. Svo það sem eins og gerist er að átökin herðast milli Írans og Bandaríkjanna og nú eru held ég þetta er orðið 6 dagar af samfleytum árásum. Þetta er bara ekki gott ástand og olíuverð tekur við sér þá og hérna þannig að nú er svona menn eru efins það að þessar tölur ná eitthvað að halda út. Þetta geti snúist aftur við og að Kevin Walsh, seðlabankastjóri, hann hérna
fjallað það að það mætti ekki lesa svo mikið úr þessum tölum og það væri sannarlega ekkert það væri ekki með einu móti hægt að slá því föstu að þetta væri tilefni til að lækka vexti. Nei, en svona þessi spádómur á sem spádómsvefum lækkaði töluvert að það myndi hækka vexti. Já, einmitt, það er rétt. En einn í stjórn Seðlabankans talaði að það væri samt rétt að hækka vexti lítilega. Já, sem geti þýtt kannski einu sinni af, hvað er þetta, 3 skipti sem eftir árinu, sko? Já, einmitt, þannig að við sjáum til, en allavega, þú veist, þetta var alveg ágætt inn, en svo sér maður samt á því sem við erum bara núna, að því maður var náttúrulega þetta vonast til að þetta kæmi svona, fyrst vikan byrjaði svona vel, að það eitthvað kæmi góður meðbyr og og við værum að tala hérna kannski nær 70.000 eða eitthvað svo leiðis, en það er aldeilis ekki raunin. Þannig að við svona höldum svolítið áfram í þessu, en mér langar aðeins að tala svo Kauphallarsjóðina. Já. Og sko það var þannig að ég held að mánudagurinn var mikið útflæði, 424 milljónir, sko. Já, svo fylgdi innflæði daginn á eftir. Já, það er með þess að innflæði hérna á föstudeginum 90, þriðjudeginum hérna 14. þá er pluss 181, 15. 107 og 16. 79. Já, og það er ágætt að taka fram sko að við fengum sko 9 vikur í röð af útflæði þessi að bara heildin á viku. Það snerist við í síðustu viku, ekki núna þessar viku síðustu og virðist alltaf þá að koma í pluss þessa viku. Þannig að það er allan að byrja að snúast við. Sko. Það veldur á þessum degi. Þetta er eiginlega þannig að mánudagur var mikið útflæði núna og svo er eiginlega búið að taka útflæðið út og ef þessi dagur mun enda í innflæði þá verður þetta held ég nett positív vika. Já, ég sá einhverja ágætis umræðu þetta. Ég held að það hafi verið hvað heitir það, Matt Hogan eða eitthvað sem að var að tala þetta. Er eiginlega svona 3 hópar sem að eru sennilega inn í þessu Kauphallarsjóðum. Það eru vogunarsjóðir sem að rauninni, þegar þeir eru að selja, þá segir það rosa lítið hversu miklu trú þeir eru að Bitcoin. Þeir eru rauninni að hedsa, þeir eru með hvað heitir það, framtíðastöður eða líka á móti og það kemur bara, við erum ekki að hafa hagnað þessu, þannig að við seljum. Og það er retail sem við höfum talað sem er stór hluti af Kauphallarsjóðum sko, sem bara ég og þú og svo er það svona þessi viðskiptavinni fjármálaráðgjafar sem getur þá verið lífeyrissjóðir, getur alls konar sjóðir og svo framvegis og þetta er eiginlega þessi 2 fyrstu sem að hafa verið að selja en sem að mér finnst samt ágæta samt að það komi fram að þú veist, við höfum séð þetta gríðarlega útflæði og við segjum gríðarlega útflæði en þú veist, að mörguleiti held ég sko að útflæðið úr í heildin og útflæðið bara síðan bara Kauphallarsjóðnir og byrjuð útflæðið núna, þú veist, þetta er kannski 18% á einhverjum, ég man ekki hvað löngum tíma sem er rauninni töluvert minna heldur en er bara á spott einhvern veginn, þannig að þú veist, ég veit ekki hvort að við höfum eitthvað að panika yfir þessu. Ég held kannski að við séum einhver leiti að panika yfir þessu að því við hefum að talað þetta bara svolítið eins og við hefum svo sem alveg gert líka svona svipað með gullið, þetta myndi vera bara pluss öll árin, þú veist, fyrstu 6 árin og eitthvað svoleiði sko. En ég svona... Við náttúrulega töluðum aldrei það en við nefndum náttúrulega staðreyndina að það sem gerðist hjá gulli þegar þeir fengu ETF það voru pluss ár, 6 ár. Já, einmitt. Þá fer maður stundum að vona meina ég kannski meira, sko. Og það sem að mér finnst ágætt líka sem Matt Hogan sagði, sko, þú veist, síðasti hópur sem hefur kannski ekki verið að selja og kannski ólíklegastu til að selja, hann er ennþá komið svo stutt inn í Kauphallarsjóðina að því að þetta er einhvern veginn þannig að þegar þessir sjóðir sem eru þessi fjármálaráðgjafar, þeir eru að hitta kannski viðskiptavininn sinni 4 sinnum á ári eða eitthvað svoleiðis og það tekur kannski eitthvað svona 2 ár
að sannfara eitthvað nýtt, þeir fara að fundunum, skoða þetta aðeins meira, koma tilbaka og spurja einhverja spurninga, fara svo aftur, svo heldur þessu umræða alltaf áfram og í rauninni hjá þessum mörgum af þessum fjármálaráðgjafum þá kannski þessi umræða bara rétt nýbyrjuð, sko, þannig að þú veist, ég held að við eigum eftir að sjá meira þarna og við eigum eftir að sjá meira þarna bara þegar búlmarkaðurinn fyrir að fara á stað, við gefum okkur að hann geri það, sko. Já, það er svolítið athyglisvert að, sko, ég var að sjá tölfræðum það að meðal kaupverð af því Bitcoin sem þessir kaupallarsjóðir eiga fyrir utan þar að segja Grayscale, af því að hann telst náttúrulega ekki með því að hann var búin að eiga Bitcoin í mörg ár áður en þeir urðu að kaupallarsjóði er $81,000. Ok. Því að þeir eru í sko einhverju 20% tapi eins og staðan er núna, sko. Hvað má lesa úr því bara stóða mikið á seilu kaupa hátt selja lágt. Já, sko, hlustu ekki endilega á hann, heldur eru meira að læra því sem hann gerir, sko. Já, nei, ég veit ekki, mér fannst það einhver sér athyglisvert að sjá þetta, því að þeir náttúrulega koma inn í þetta þegar Bitcoin er í, hvað manni ekki, $42,000-3,000, sko. Ég hefði haldið þetta að vera í lægri tala. Já, mögulega. Það hefði þá verið það mikið keypt þarna í... Yfir 100. Þetta náttúrulega var alveg svolítið lengi yfir 100, skilurðu. Og narratífið allt var mjög jákvætt meðan það var yfir 100, skilurðu. Og ég man alveg bara, þú veist, svo ég viðkynni bara út frá svona persónulegum viðhorfum er að ég man alveg eftir þegar þetta fór í 126 og svo lækkaði það alveg niður í 110 eitthvað svoleiðis að, þú veist, manni fannst það alveg vera svolítið svona hressileg lækkun og hugsaði svona svolítið okkur að lítur að vera eitthvað svona styrkur hann í 100.000 sem var alveg þarlega var það ekki og sem dæmi 10. október síðastliðin að þegar allt hrundi bara niður í gólf, Bitcoin fór ekki undir 100.000 á þeim degi sem er ótrúlegt að hugsa til þess núna, en það er staðan, sko. En sko það er áfram eru mjög jákvæðir hlutir að gerast einhver veginn svona í bakendanum má segja, eða baku tjöldin eða svo sem ekkert baku tjöldin, að nú er að greina frá þessu opinberlegum hætti að það er stöðugt verið að færa meira og meira yfir á bálkakeður og vera að róa í þá átt að koma hlutafrum sérstaklega. Það virðist vera svona, þú manst þegar bara stablecoin narratífið var eitthvað, alls sem nú finnst mér rosalega mikið vera tokenized equities, eða það er að segja að færa hlutabréf yfir á bálkakeður. Og já, það er bara svolítið narratífa núna og hérna hvað heitir það, DTCC. Já, einmitt. Þeir voru eitthvað að testa núna eitthvað og það er rauninni aðilinn sem er á bakvið hvað, Wall Street hlutabréfinu það ekki? Jú, þetta er eitthvað svona við vorum að ræða þetta á skrifstofunni, hann er svo fróður þetta eitt sem er hjá okkur, sko, en hérna þetta er eitthvað svona þú veist, það er ekkert að segja að þetta sé sambarlegt og reiknist á bankana því það er bara með millifæslur, en þetta er svona eitthvað svona bakenda aðilinn í öllum, þú veist, hvernig einmitt hlutabréfin og viðskipti með hlutabréf eru keyrð, sko. Þannig að það að hann sé, að þessi aðili sé að fara í þetta, þú veist, og þetta á ekki að koma óvart. Ég meina, við vorum búin að tala fyrir lifandi slöngu hérna þegar SEC fer að staða með Project Crypto og þú veist, þetta er að gerast, það er bara alveg þú veist, hvort sem það megi fólk skiptist auðvitað í skoðanir með það og hvorur okkar er handa við sannleikans hver áhrifin verða þar sem einhverjir segja, sko, það er ekki hægt að gefa sér að þetta muni hafa þau áhrif að Solana og Ethereum og allt þetta muni hækki verði, aðri segja jú, það verður þannig, við verðum bara að fá að sjá hvað gerist, en ég held að sé orðið frekar ljóst að þessi þróun að færa eignir og núna er fókusin á hlutabréf er að gerast og ég meina þetta eru búin að sjá gerast með gjaldmiðla
þetta er orðið 400 miljardar dollara markaður, stablecoin markaðurinn, sem ennþá má segja lítið í stóra samminginu en samt það er enga síður stórt. Herru, já, það var annað sem ég sá mitt varandi þetta. Ég veit ekki hvort það megi lesa nokkuð skapaðan hlut úr því, en það var hvort það var þá síðasti mánuður, held ég, í júní, sem var fyrsti mánuðurinn í einhvern svakar langan tíma sem sagt, markaður stöðuleikamynta dróð saman 10 miljardar dollara. Já, ég sá þetta og ég veit ekki alveg hvað það er, hvað getur mögulega, þú veist, maður veit ekki. Ég held að sé erfitt að lesa úr, þú verður að sjá okkar trend árum byrjar að lesa úr þessu. Þess vegna að það snúist að Tether hafi verið að fjarlæga mikið úr Evrópu, ég veit það ekki. Já, ég bara skoðar heðalur, ég veit ekki hvað skýringin er. Eina sem ég segi er að það vakti alveg athygli mína. Já. Ég mjög hissa ef þetta væri eitthvað trend sem værum að fara að sjá. En klárlega núna, að því ég veit ekki, ég var aldrei að fylgjast með ykkur svona því að maður bara sá alltaf þegar maður tók stöðun á þessu, þetta var alltaf herri og herri tala, sko. Þess vegna að segja, ég þyrfti að sjá eitthvað meira til þess að þetta væri eitthvað. Þetta er mér helst í hug, þetta sé bara mikalöggjöfin og Tether og það bara hafi með það mikil áhrif einhvern veginn, sko. Ég sá það ekki einhver staðar, sko. Já, ég meina það hljómar alveg mjög sennilega. Það hljómar alveg mjög sennilega, sko. Ég var einmitt að sjá það, sko, að þetta er, ég held ég að við sé tölna rétt undir 90%, núna við vorum múin að tala 75-80% af þess að þjónustvöndum sýndaregna sem væru ekki að fá kasspleifi í Evrópu, en já, þannig að þetta er að hafa alveg klárlega svona víðtæk áhrif og mögulega er þetta skýringin á því að en þú veist, punkturinn minn er þessi. Þetta var rosalega mikið narratív með stöðuleikamyndinar, svo bara getur maður sagt svolítið, þetta er að raungerast og þetta er bara að fara að vaksa, en eins og þess vegna fannst mér rétt samt að nefna þetta frávik þennan síðasta mánuð. Núna er þetta með, sko, hlutabréfin. Ég held að, þú veist, það kemur mér allavega ekki á óvart að við verðum alveg í nokkra mánuði svona bara að tala, að sjá áfram einhverja fréttir af sambarlegu tægi, þar sem hitt og þetta fyrirtæki er að fara inn í þetta og er að staðsetja sig gagnvart þessu. Mig langar endur að nefna að var mjög stór frétt núna á hvað það var bara í gær, já, þetta frétt kom bara í gær, þessi tilkynningi var að Citadel Securities, risavaksin aðili, var að fjárfesta í Crypto.com, var að kaupa 2% í Crypto.com fyrir $400 million og þannig að verðmiðin hvernig þeir Crypto.com er þá verðlagt á $20 miljardar okay. Sem er þeir hafa fjárfest í 3 kryptofyrirtækjum. Núna voru þeir að kaupa hluti í Crypto.com. Þeir keiftu fyrir sama verðmiða $20 miljardar fyrir 1% í Kraken okay. Í nóvember í fyrra. Það getur 1% fyrir $200 million og valuation er $20 miljardar. Þeir keiftu líka í nóvember í fyrra í Ripple fyrir $500 million og verðmiðin þar var $40 miljardar, þannig að það var 1,25% sem þeir eignuðust í Ripple. Og þú veist, í tilkynningunni er sagt að það sem tilgangurinn með þessari fjármögnun sé að fara alveg, sem þeir eru búin að segja að þeir eru að gera, en allir núna virkilega að fara full force í tokenized equities. Og Kraken er náttúrulega mjög mikið að auglýsa þetta. Þeir eiga held ég fara rétt með X-Stocks. Já, ég man ekki hvort þeir eiga hvort þeir í samstarfi. Já. Ég held reynilega þeir eiga en ég er ekki. Það er alltaf talað X-Stock og Kraken svolítið í sömu og X-Stock séu þetta líka á Solana og svona, sko. Þannig að þú veist, allavega getur maður sagt það að þetta svona virðist vera þú veist, þetta virðist vera næsta, þetta er dóminerandi narratífi núna
og maður bara velti fyrir sér, hvað er einmitt að fara að gera, því að maður heyrir þetta mjög oft, sko, og ég meina ég segi, við sjáum, ég á engin bandarísk hlutabréf, skilur, en ég veit að ég ætti einhver bandarísk hlutabréf ef til dæmis eins og við talaðum með að vera að kaupa þau á myndkaup, skiluru, og hérna núna þegar þeir eru að fara að bjóða þetta erlendis hjá þessum kryptókaupullum, sko, að náttúrulega hlutabréf vegna almennings í Bandaríkjunum þegar held ég svo hæsta í heiminum, eða kannski einhver smæri rík, en af svona stóru ríkjum held ég að fara rétt með það hefur verið eitthvað 20% eða eitthvað af almenningi sem ég veit ekki hvort það talið með einhverjir í genum lífeyrissjóði eða eitthvað svo leiðist, þá held ég nú reyndar allir það myndi taka Ísland, sko, ég held að allir eigi hlutabréf eða taka lífeyrissjóði með, ég trú ekki að það sé gert í þessu en já, þannig að hérna þetta er svona, þetta er það sem er að gerast í heiminum og svo kannski síðasta fréttin sem ég langaði að segja, að ég veit að þú er svo með hluti sem þið langar að tala um. Trump var með ávarp í gær. Klukkan held ég 1 nóttina. Ég horfði nú ekki á það í beinni, en hérna ég las það sem kom úr því, sko, og hérna hann það var mikil eftirvænting hvað var hann að fara að tala um, sko, og hann var vist mjög mikið bara að tala um kosningasvindl 2020 og tala um að það væri 250.000 einstaklingar á kjörskrá í 4 fylkjum í Bandaríkjunum sem væri ekki með ríkisborgararétt og að þetta hefði verið Kínverjar sem hefði verið að grafa mikið undan lögmæti kosningarna 2020 og þetta er bara svona, sko, ég ætla ekki að þykjast vita neitt hver sannleikurinn er í þessu og þetta, sko, ég reyndar skal viðurkenna það bara, og ég held að allir sem búa á Íslandi eitthvað neði geta tengt við það, mér finnst þetta stórfurðulegt að það sé ekki krafum skilríki allstaðar það sem þú kýst, ég viðurkenni bara, þú veist, mér finnst hérna, mér finnst alveg svolítið áhvert að það sé eitthvað hérna agenda hjá hægrimönnum að það er allir að vera með skilríki, sko, mér finnst að það er bara að vera, þú veist, ég hérna, mér er svolítið merkilegt að það sé eitthvað pólitískt fyrirbæri, sko, ég persónulega skil ekki alveg hvernig öðruvísi er hægt að kjósa, sko, en að því sögðu, þá er þetta samt ekki, þú veist, hann er í þessari erfiðu stöðu sem hann er í og að nýta eitthvað veginn tækifærið til þess að rifja þetta allt upp og tala um allt þetta þú veist, ég við ekki, ég vildi að ég hefði kannski horta á þetta til að fá betri tilfinningu fyrir þessu, maður auðvitað getur ekki alveg treyst umfjöllun fjölmiðla, skiluru, þú veist, það er ekki fyrsta skipti sem mainstream fjölmiðlar, ég reyndar alveg rekjum á það, til dæmis þegar Trump er að tjá sig að maður lesi eitthvað í fjölmiðlum og maður bara, þetta er hæðilegt, sko, svo actually horfum maður á þetta og þá bara, þetta var reyndar alls ekki svona. Þannig ég viðurkenna, ég er bara með eitthvað sem ég las frá MBL og svo GPT en þetta allavega virkar ekki samfærandi á mig. Og ég reyndar vissi ekki af þessu og ég hélt að vera að fara að tala um annað því að hann gerði annað í gær sem að var kannski meira kryptotengt, sko. Já, er þetta þannig þegar hann sagðist vera I'm a big crypto guy now? Nei, það getur vel að hann að sagt það. Já, hann sagði það fyrir í vikunni, já. Já, hann sagði, í gær fór hann og skildist mér og átti fundi með öldingadeildar. Já, Cynthia Loomis. Já, og fleirum, sko. Já, hann var bara að reyna að hafa áhrif á þetta að það næðist í gegn. Við höfum held ég til, segja menn, til 7. ágúst. Mér sýnist einhvern veginn svona á umræðinni sem er búin að vera í dag í gangi í kjölfarið að þetta sé bara hann hef ekkert hnikað neinu til þetta, demokratar séu bara mjög fastir á þessu sem við höfum talað um þessu ethics, siðferðis hluta lagana það er reyndar í dag held ég er fundur hjá hvað var það, eitthvað svona einhverju fjármála einhvers konar fjármála þú veist, einhverjum nefnd í öldungadeildinni Clarity þannig að það er eitthvað í gangi en þú veist, mér finnst samt svona það fréttnamast í þessu að því að þetta virðist svona
margt benda til þess að þetta sé bara sigli strand sko og muni bara ekki fara í gegn. Mér finnst það fréttnamast í þessu þegar maður horfir bara svona yfir heiminn í þessum efnum. Nú hefur til dæmis Bretar verið að laga fullt af löggjöf til svona jákvætt fyrir fyrir krypto og svoleið sko. Og Japan líka. Japan, stærsta hagkerfi heims. Þeir eru búin að vera bara núna í vikunni gera alveg fullt. Þú veist, þetta verður alveg bara fáraleg staða í Japan. Þú seldir til dæmis Bitcoini á fyrstu 55% skatt af hagnaðinum. Þeir eru búin að lækka hann í 20%. Þeir voru líka með einhverjar breytingar samt DeFi. Þeir voru að samþykja kaupallarsjóði. Líka þú veist SBI var líka að gera einhverja samninga sem held ég stærsti fjárfestingabankin í Japan og að fara að gefa út þessum eins og þú ert að tala real world asset og hafa það á Solana, þið gerir ykkur samningu Ripple líka Ripple og Ondo þeir gerir samningu með Ondo þannig að fullt að gerast í þetta og þetta er alltaf síðasta þema sem þú varst að nefna sko, bara veist, þetta er orðið, það líður varla sá dagur að maður lesi ekki einhvers konar frétt að einhver aðili og þetta er yfirleitt nöfn sem maður þekkir er að fara í einhvers konar samstarf sem miðar að því að koma raunheimaeignum yfir á bálkakeður. Já og svo bara, þú veist Trump segir og ríkisstjórnin í Bandaríkjunum segir þeir ætlar að vera bara crypto capital of the world en þeir þurfa bara að gera sig í brók eða þeir ætlar að gera það, þú veist sjá þetta og þú veist nú er Evrópa komið löggjöf og Japan, þú veist má vel að segja að japanska löggjöfin er kannski svona svona aðeins auðveldari heldur en kannski Evrópulöggjöfin segja sumir. Þú veist, við erum sjáund eins og þú veist að tala um þessar tölur hvað margir hafa ekki fengið leyfi. Tether, ég var hlustað að viðtal við co-founderinn í Tether og hann var að tala um að þeir gátu bara ekki, þeir eru að breyta svo rosalega miklu í reksturinn sinni til að fara nýtt og hann segir að þú veist, þeir þurft að hafa 60% af svona, þessu sem þetta er bakkað af þessum vantalega ríkisskuldabréfum í evrópskum bönkum. Hann sagði 60% bakkað í evrópskum bönkum. Hann hlýtur þá að vera að tala um 60% af því sem gefur út í Evrópu. Það var mjög skrítið ef öll lönd var að gera kröfu á 60% í sínu landi, sko. Já. En þetta var allan að hans bara var mjög skýr að þeir bara tóku það ákvörðun að þetta væri ómikið, en þú veist, þeir eru allan að konum í löggjöf, sko, þú veist, og við erum að sjá þetta, þú veist, önnur lönd vera að taka fram úr Bandaríkjunum og eins og við höfum talað og sorglegi parturinn í þessu að þetta er alveg 2 hlutir sem að stoppa þetta. Það er annars bara bankana í Bandaríkjunum og þrýstu hópana í kringu þá og hins vegar gaurinn í Hvítahúsinu sem bara ákvað að græða rosa mikið sjálfur á þessu öllu saman og það er bara stungið kryptofólki svolítið í bakið varðandi löggjöf allavega, sko. Og meðan í fjármálaeftirlitið þá bara að reyna að búa til einhverja reglugerðir sem eru fyrir liðutal, það er þó allavega jákvætt, sko, en það getur alltaf breyst. Og ekki bara, þú veist, ekki bara er hann eitthvað að skemma fyrir þessari lagasetningu, sko, heldur maður náttúrulega bara heldur ekkert gleyma því að þú veist, ég ætla bara að ganga svo langt að segja að svo maður, þú veist, nefni enn og aftur þetta umulega fyrirbæri sem Trump-coin var og er að man bara mjög vel eftir þessu þetta mergsaug allt liquidity úr markaðnum. Það var ótrúlegt að horfa á þetta, það rauk upp og Solana vissulega rauk upp líka, allt annað niður og svo virðist vera sem að því að ef hann hefur grætt einhverja $1,000,000,000 á þessu, uppgerðin tölur 1,4 milljarðar dollara en það lítur að vera með inn í því að hann er að geima þetta mikið í krypto eins og Bitcoin sem hefur lækkað líka, þannig að það hefur verið, ég get alveg trúið að það hefur verið einhverju 3 milljarðar dollara sem hafa farið þá raunverulega úr öllu draslinu til hans og þá var maður ekki að taka með að það er enginn að segja mér það að það hafi ekki einhverju aðrir í kringum hann verið að græða peninga líka, sko. 100% og ekki bara fjölskylduna, það sendur líka bara þeir sem að koma með þetta verkefni á partina. Einmitt, þannig að þú veist og núna ef þeir tapa, sko þetta er svona, þú veist og svona
þú veist, svolítið fyndið sko, við nú verið að tala svona, reyndar ekkert fyndið en kannski má hlæja að því að við verið að tala svona að hvað leiti þetta sambarlegt sko að vera að tala þjálfara í fótbolta og ég að upplifa þetta rosa mikið bara í svona miklu smærri útgáfu svona smættaðir útgáfu sko að þú veist, ég var hann rosa hrifin af Tuchel skilur, bara þú veist, Tuchel að fara að koma með titilin heim og batt gríðalega vonir og svo sér maður hann eitthvað veginn algjörlega bregðast væntingum sko og nú ég bara, ég vil ekki sjá hann mann ég vildi hann hefði verið rekinn áður en það átti að vera gert eins og í amerískum íþróttum bara eftir svona afhróð þú veist, þú ferð ekki einu sinni inn í klefan til leikmannina því að stjórnendunir þeir mæta og þeir reka þig áður en leikmennir mættir inn í klefan, þú bara rekinn úr farin skilur. Minnum við svona hann að Mr. Burns í Simpsons. Hann gerir það pínu en þú veist og sérstaklega eftir þetta. Já, einmitt og maður að upplifa þetta svolítið þannig og ég velti fyrir mig bara alls konar frambærilegt fólk sem einhvern veginn tók slaginn og bara sagði bara, Trump maðurinn, við bökkum hennar mann upp fullt af fólki sem var að gera þetta í Bandaríkjunum þú veist, til dæmis fólki kringum Musk og PayPal mafíuna sem hafi verið nokkur ár gaggrínir á Trump sko, fóru svo allar að koma í hlaðvarp og segja bara, ég búin að kynnast mannum og þetta maðurinn fyrir Bandaríkin og ég svona bara, þú veist, okay, ég held að sé orðið bara svolítið mikið krísu ástand svona sko þú veist, þar sem það mögulega bara eitthvað umræða bara, við þurfum að losna við hana mann bara núna og þá þarf að koma hann hvort J.D. Vance eða Marco Rubio eða einhver í staðin fyrir hann sko, þannig að ég velti fyrir mig hvað hreinlega gerist ef þeir tapa þessu midterm election sko. Já. Ég man ekki hvort ég hafi sagt það í þessu hlaðvarpi en ég segi það bara aftur sko, að maður búin að heyra einhverja kenningur það sko, að það verður bara að gera eitthvað díl sko, bara annarkvort eru að fara að ákæra það aftur og í þetta skiptið þá myndu ekki sleppa eða hann gerir bara díl ok, ég skal bara stíga til hliðar og gegn því að njóta friðhelgis og ég veit það ekki. Nei, við getum ekki skískað á það sko. Nei. En já, við erum að fara áfram í kryptó. Já. Mér er svolítið áhugavert að ég skoða það svolítið og það er svona, ég skoða það svolítið þetta talaði eins það síðast þetta Robinhood chain sem að vera lánsa á Arbitrum. Svona svipað á Base Coinbase keðjan sko og ég fór að skoða það bara svona ýmislegt í sambandið og svona kannski punchline-ið tengist ekki beint því sem ég ætla að koma en ég ætla samt svona aðeins að fara í gegnum þetta þú veist þetta lánsaði 8. júlí þetta er bara alveg glænýtt og voljúmið fyrsta daginn var bara 0,5 milljarður þú veist 10. júlí voru þeir búin að flippa voljúminu á Hyperliquid sko, þeir voru með 375 miljónir versus 199 Hyperliquid, þannig að það sýnir bara svona í samingi að Hyperliquid hefur verið bara svona bara staðurum sem allir að treyta á einhvern veginn sko. Það var bridgeað Ethereum, þurfti að bridgeað frá Ethereum yfir á L2 sko, það var eitthvað bara strax á eftir $70 million Ethereum bridgeað á milli. Það sem ég veist svo gott með þetta Base lánsaði, það var svona margt ekki tilbúið, svo byrjaði bara að menna að þróa. Sko, þeir voru tilbúin með Uniswap sem DEX, þeir þú veist, þeir eru með, þú veist, Morpho fyrir lending, þeir eru með, sko, Chainlink auðvitað fyrir Pricefeed og þeir eru með, þú veist, Bitco fyrir custody, þeir eru með DIDX fyrir svona perps og Ethena fyrir staking og þú veist, það er allt tilbúið þegar þeir koma. Magna með þetta, maður talar þú veist, hvaða keðjur eru dauðar og eitthvað svona. Chainlink er þetta einhvern alltaf í öllum þessum svona spennandi verkefnum. Hvort myndir Hyperliquid hvað það er? Það er alltaf, Chainlink er notað fyrir Oracle-ið til að fá réttar og sannreinanlegar upplýsingar. Já, og bara, þú veist að það er þessar rauneignir, það er algjörlega mikilvægar fyrir fyrir það einhvern veginn sko og auðvitað Robinhood er að koma með þetta út af þessu, þeir bara segja það, þeir eru að gera þetta fyrir framtíða trading rauneigna hlutabréf og svo framvegis. Auðvitað staðreyndin er
allar þessar tölur sko, það er sína nú samt sko að stór hluti af þessu rauninni bara það auðvitað bara hvað heitir það þetta bara meme coins og það stæðist að því Cascat sem ég talaði sko. En sko það var nú áhugavert að sjá þetta sko, við þetta allt saman þá hækkaði Arbitrum heilmikið, Uniswap hækkaði heilmikið og mikla vonum bundaði bara Uniswap verði bara líka bara mikilvægt í þessu raun eignar hluta. Ég meina þú veist. Það að hugsa með fyrirgeðu að ég sé ekki frá mig. Þetta bara mörgulegt svo óblitt hugtak, alltaf raunheim, ég veit að ég nota þetta sjálfur og þetta nota mikið, mann bara þegar ég var að lesa í háskólanum, þá var alltaf mikið að tala um í raunheimum, sko. Já, ég var enda að hugsa að þú veist að við erum þá að segja krypto og segja ekki rauneignir, sko. Nei, af því að sko, í raun og veru væri bara alveg feiki nóg að tala um bara sko að bálkakeðju væri að eigna réttindi, sko. Já, það ámiklu betru við. Blaðið sem þú vart með prentað út heima, það endilega einhver meiri rauneign. En fyrirgeðu, þú vart í góðu flæði. Já, þú veist, maður sá, þú veist, Uniswap hækkaði og Morpho hækkaði og þú veist, eitthvað fleira hækkaði, veit að því það var bara mikið voljúman og mikið aukist voljúm til þess að Uniswap, til dæmis. Það sem samt, mér finnst áhugavert að pæla í þessu, við pælum í tekjunum á þessu. Ok, við tökum bara þegar, þú veist, Robinhood tókin tekjur upp á 816.000 dollara. Þeir eru rauninni með 89% af tekjunum, af öllu trading, semst Robinhood sjálfur. Ok, afgangurinn Arbitrum með eitthvað 10%, ég man ekki nákvæmlega eitthvað cirka 10%. Ethereum 0,15%. Þannig að af þessum 816.000 dollarum sem að Robinhood tekur inn, meðan Robinhood tekur tekjur af transaksjóni á Ethereum keðjunurinn, layer 2, þá tekur sko Ethereum 1.538 dollara. $1,500. Wow. Og þú veist, og ef við hugsaum þetta, ok, ef þú lítur á sko Ethereum sem svona, þetta þetta aflagst að Denkún uppgreitið 2024, það minnkaði fíið töluvert mikið og þó eru þau til, þetta kannski of svona tæknilegt, svo kallar blobs fíið, þá veist að rauninni layer 2 voru að klára transaksjónið á Ethereum í svona bölki, einhvern veginn sko. Og það lækkar heilmikið fíið sem fer til Ethereum, en ef þú trúir á sko Ethereum sem einhvers konar payment, þá getur þetta verið jákvætt, en ef þú trúir það sem svona, skila ykkur tekjum, að það þurfa að skila tekjum svo að Ethereum sé góð eign, að þá þetta væntanlega svolítið neikvætt, sko. En ef þú trúir á Ethereum sem store of value, þá getur þetta verið jákvætt. Þetta svona svolítið pælinga, því þú veist, ef þú skoðar bara samanburðum við Solana, þá þetta fer allt fram á Solana, því Solana bara eitt layer, það ekkert layer 2 neitt. Og það hefur þetta virkað sem payment, bara svona eins og í þessu, bara við getum tekið bara meme coins sem dæmi, þá alltaf að hækka rauninni, hefur bara í langan tíma, hefur bara hækkað fí sem að token holderar eða Solana keðjan að taka rauninni, sko. Af því það fer allt fram á það, þannig að þá það bæði payment og revenue driven, sko. En þú veist, svona revenueið, hvað segir maður, tekjurnar, ég meina þetta rosa lítil tala af hátt í $1 miljard að þú veist að það sé bara rúma $1,500 sem að Ethereum hefur upp úr þessu. Mér finnst þetta bara svona áhugaverð, svona pæling í sambandi við þetta. Ég ekki að segja að þetta þýði að Ethereum feili, en þetta svona, það má spurja sig svona tekjurnar sem eða þú mælir verðgildið þeirra í tekjum með að eitthvað marketkapið þeirra hátt, sko. Þetta svo vandasamt að því að því svo einhvern veginn hugsa maður sko
það getur heldur ekki verið leiðin til eitthvað skara fram úr og ná að vera sigurvegarinn í þessu kapplaupi að vera dýrastur, skiluru, fattaru en ég oft tekið þessa umræðu við marga og eitt sem maður heyri mjög oft að sko, það er náttúrulega að tala hlutvalsskiptingu á tekjum sem virðist vera mjög undarleg, skulum við allavega segja og maður sannlega setur spurningamerki við það að þeir séu á 0,15% af tekjunum hana en einhver veginn ef þú nærð algjörlega svona global mass adoption á allar færslu sem dettur í hug, hvort sem það eru hlutabréfaviðskipti og önnur verðbréfaviðskipti peningasendingar, bara nefndu það, að þá mögulega verða tölunar svo sturlað stórar að það að vera með sko færslugjöld alveg niður í gólfi verða samt svo gríðarlegar tekjur sko. Já, menn og það það sem að geða, spurningamerki við Solana var alltaf það svo lítið transaction fee versus Ethereum á sínu tíma, Í Ethereum er þetta búin að lækka alveg rosalega. Nú kostar eiginlega ekki neitt að senda Ethereum. Nei, nema munurinn að það ási bara svo lítið transactions í stað á Ethereum, því þeir eru meira svona sem ég kalla settlement layer, sem að rauninni, þú veist, öll transaction ási stað á lag nummer 2, á meðan sko tekjurnar eru þrátt fyrir að fíin á Solana séu svona lág, þá eru þau svona alla á Solana. En auðvitað, þú veist, þetta bara ein sjónamið. Við tölum sjónamið hinum megin að, þú veist, stöðuleika myndir á, þú veist, þarna á Ethereum hvað var það, 10-11 falt meiri heldur en Solana. Þannig að, þú veist, það þetta, þú veist, önnur, þannig að þetta snýst kannski endalögnum hvernig verðmiðum maður til lengdar þessar keðjur sko og það þetta bara svo erfitt að segja sko, nú það rosalega snúið að vera með þetta innviði að þessu tægi sko. Já, ég svo pæli ég í þessu sko að þú veist, mun Robin Hood sigra sko, ég meina það fór fram fyrir Base daginn sko, Base var þetta fyrir 2 árum síðan bara svolítið svona sagt að Solana og Base var allir þar. Svo bara hitti það einhver svona, bara klestið á einhvern vegg og þá jöku ekkert notendunar neitt sérstaklega mikið, en þú veist, hvað gerist með sko með Robin Hood keðjuna sko, þeir fóru frá 33.000 notendum eru 194.000 notendur á nokkrum dögum sko, en mun þetta halda áfram sko. Þú veist, og daglegt transaksjón fóru 680.000 dólar í 7 miljón já, 680.000 transaksjón fyrir ekki, yfir 7 miljón transaksjón. Þannig að, en þú veist, maður hefur reyndar oft séð þetta og maður velti fyrir sér stundum sko, hversu mikið þetta meme-coin liðið þann úti, að þú veist, þegar hefur komið nýjar keðjur, þetta gerðist líka með Optimism og Arbitrum og raunin eitthvað, þar kemur eitthvað nýja keðju þá segja, ok, það allir að fara að kaupa meme-coin, það lánsum meme-coin, það fara allir þangað, svo þeir komnir eitthvað annað eftir bara korter, sko. Þannig að, þú veist, en þetta þetta samkeppni við þessa Solana og grunni Ethereum og Avax og allt þetta, sko, það heimurinn getur breyst svo mikið, alveg eins og vorum að tala með þessa bálkakeðjur og það allt saman, sko. Þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu í loka ársins þegar búlmarkaðurinn byrjar. Já, sko, maður hugsaði einmitt, þú veist, ef við gefum okkur að það verði áfram sveiflur í hagkerfinu. Þetta verði ekki bara, við erum ekki bara núna í síðustu síðasta sveiflan sé búið og eftir þetta bara allt niður og við í öllum hagkerfum heimsins. Ef ég leyfi mér að vera ekki það svartsýn og gefa mér það að það verði aftur svona þensluskeið í hagkerfi og peningamagn í umferð aukist almennlega og fólk og fjárfestar og fagaðilar hafi meira milli handana, þá sko punktur sem ég er að fara með þessu öllu að við erum að sjá alls konar virkni og eins og þú nefnir hann, þetta samt allt svo lítil sampúls, þetta svo lítil úrtök, skilur, ok, Robin Hood að gera eitthvað spennandi hluti en samt alveg áhugavert að sjá 30.000 notendur verða 194.000 á nokkrum dögum.
punkturinn sem ég fara með þessu ef ástandi væri betra allan heim efnaðslega og fjárhagslega hjá hverjum og einum mögulega sko væru við þá að sjá svo rosalega spennandi hluti vera að gerast á stórum skala en núna það eitthvað eins og margt að verða tilbúið en maður spyr sig bara þú getur bálkakeðju ætt hlutabréf út allan heim og þú getur gert alls konar spennandi hluti með kryptó en svona í enda dagsins sko ef bara almenningur og hagkerfin í svona víðari skilningi ekki meira en pening milli handana til að fjárfesta og gera eitthvað spennandi þá náttúrulega gerist ekkert sko, skilurðu mig. Já. Þannig að punkturinn minn með þessu að mögulega erum við komin lengra að við erum alltaf að spyrja okkur sko af hverju erum við ekki að sjá neitt gerast þegar allt þetta að okkur finnst þessi merkilegu hlutir og svona stór og litli sigrar að gerast eitthvað jafnt og þétt. Þú veist að segja að sjá gerast verðlega séð þá vantarlega. Já, og bara verðlega og líka bara, meiri virkni skiluru, að það mögulega bara vegna þess að fólk hefur bara gefn á því. Já, það sennilega helst ástæðan, svo þetta kemur inn í þetta, bara, gervigreindar, treytir, bara margir kannski farin að horfa það, ég veit það ekki og svo eru menn að betta á pólimarkað og þetta gervigreindar hefur minkað og þú ætlar að segja það. Já, ég ætla að koma með það að það allt og snemmt að vara að segja til að trendi sér búið að snúast við en klárlega þá einhver merki það að mögulega sé einhverjum tímabundum toppin áð í þessum gervigreindar fyrirtækjum áhugavert að ræða SpaceX. Já. Þeir voru núna fyrir þáttinn komin einhver 17% undir útboðsgengi sem var $150 fór alveg í 200 og mér langar að segja 215, 212 eitthvað svoleiðis. Það kring. Þannig að þeir voru í rauninni ekki langt frá því að vera 50% niður frá toppnum sko. Já, þú kemur þetta ekkert óvart ég meina ekki segja þú sagðir að ég sagði þetta á útboðsdeginum að ég hef ríkt þessum eins að við bara mína þekking á nýjum myndum í kryptó og það var okkur tölur líka sem segðu það að 50% allir hlutabréfum fara undir útboðsgengi þannig að þetta ekkert eitthvað þetta ekkert sem kemur á óvart sko. Nei, ég held að það sé svo alveg rétt sko. Það það bara svo mikið af fólki og það kannski þess vegna sem að það að koma þessi sko pre-IPO þessi hlutabréf sem ekki komin á markað að koma á bálkakeðjuna að því að menn segja sko þegar þetta loksins kemur á markað þá bara endalaust af fólki að bara ná strax 100x eða eitthvað ennþá meira á meðan hinn almennu borgaði getur ekki tekið þátt í því fyrir en þetta orðið þetta mikið og svo selja þessir til þessar aðala sem eru að koma inn á markaðinu þarna þannig að þetta pre-IPO á Solana, Ethereum, Robinhood og Hyperliquid og öllu þessu þetta að gefa þá allavega einhvern svona möguleika að taka þátt, sko. Einmitt. Já, og hvað fleira? Sko, ég veit ekki hvort að ég gæti komið með eina pælingu eða þú vilt, sko. Hún kannski tekur bara 2-3 mínútur eitthvað, sko. Það svo langt síðan, við höfum talað svo mikið stórvinn þáttarins Michael Saylor. Já, ég ætlaði ekki að tala hann en hann semst ef ég væri ráðgjafinn þá myndi ég segja ef hann gerðu ekkert í einhverja vikur og svo myndi halda hann ekki gert neitt núna að því hann hvorki keypti inn í seldi Bitcoin en hann þurfti samt að selja að auka vissu hlutafrif til að eiga meiri pening sko en ég ráðlagtur að gera bara ekkert bara. Var hann að fara í hlutafjárauningu? Já, til að vera með meiri varasjóð sko. Ok, en ég ætlaði ekki að tala hann hinn gaurinn vinnur okkar sem hinn stórvinnur þáttarins Tom Lee Bitmine Immersion sem þú veist hefur verið að gera fara eftir bókina hans Michael Saylor og kaupa Ethereum ég veit ekki hvort þú manst eftir hvað hann ætla sér að fyrirtæki myndi eiga mikið var ekki 10, 15, 20%? Nei, það var ekki svo mikið, það var 5%. 5%, já. Og þú veist, og hann komin upp í 4,8% sem
5,77 milljónir íð. Wow. Og hvað ætlar hann þá að hætta ef hann kemst í 5? Sko, ég heyrði, þú veist, banklæsköruna sem voru allavega í Ethereum svona búl. Ég hefði verið, þú veist, annan þeirra, með þess að hann sem seldi Ethereum sitt. Hann sagði að það væri svo skrítið að sjá hann bara hætta þar og bara gera ekki neitt meira. Var það ekki bara svona beris fyrir Ethereum? Ja, ég hættur, ég ætla að gema það bara. Samt skrítið, því að þetta var samt raunin það sem við vildum að Saylor hefði gert, skilurðu. Já, og ég ætla að koma með ágætis rök fyrir því sem að, þú veist, hann ætti að gera það, sem jafnvel á meira við hérna Tom Lee. Þessum Tom Lee, þú veist, Tom Lee ekki að taka ykkur lán og, þú veist, þetta fyrirtækið held ég hafi svona, sé ekki að skuldsetja sér svona mikið eins og Hvernig er það þá búin að fjármagna þetta? Það örugglega verið með hlutafjárreikningu. Það samt, myndi ég segja aðeins annað, sko. Betra heldur en þetta. Af því að þeir sem taka þátt í slíkri fjármunum, þeir eru alltaf full meðvitað að þetta að fara allt í að kaupa í Ethereum. Já. Ekki það, þeir sem eru svo sem að lána oft líka með þetta, en ok, já. Þá ætla ég að koma með punchline mitt sem að ég hafði pælt út frá kaupallarsjóðum á Ethereum, en á miklu meira við þetta. Það hægt að steika í það eins og flestir vita. Af öllu íð aðeins svo sem steikað bara held ég 30%, 30-33%, ég held að sé 30%, öllu íð steikuð. Á meðan ég held að sé yfir 70% í Solana til dæmis. Og ég held að með það að gera með Solana að þú veist, að tekur bara 1 dag eða eitthvað að ensteika það. Já, en þú veist, hugsunin á bakveg ég sé að segja þetta, Bitmine, Tom Lee's, fyrirtækjast Tom Lee, steikar þessu öllu. Já. Þannig að þeir eru þá með 5% af öllu íð sem rauninni þá sko hérna, þú veist, 15% af öllu steikuðu. Já, einmitt. Sem þýðir það að ef þeir ætlar, þú veist, því meira sem þeir eiga, þá þú veist, þá þeir að ógna svolítið þessu dreifstýriða hugmyndafræði. Já, algjörlega. Geta farið að stýra svolítið ákvörðunartöku. Einmitt. Ef þetta eignast alveg slatta viðbót, en ég er sammálað. Það er alltaf svona góð við Bitcoin að það hvað á 8 Bitcoin gefur ekkert meira valdi yfir því, sko. Nei, ég meina, getur Saylor mögulega getur Saylor haft meiri áhrif á eitthvað svona einhverjar til sem verið að kjósa eitthvað, en það rauninni, ef ég man rétt, þá það þeir sem eru að gera nóðunar. Já, gera nóðunar en ekki og hérna grafa eftir þessu. Já, þannig að það ekki eigendur, sko, þannig að það breytir engu, sko. Það alveg rétt, sko. Þannig að mér fannst þetta bara svona það getur alltaf dóminera verði til skemmri tíma, sko, með að selja og svona, en hann getur ekki breytt prótokólnum, sko. Nei, Tom Lee maður, já, þetta, þú veist, svo einmitt, þú veist, verður tím bara að leiða til ljós, mögulega, hérna, hann náttúrulega alveg með eins og Saylor, þeir báðir eru svolítið með trúðamálninguna á sér, sko, en við skulum bara hérna segja það eins og að örugglega í hérna augum einhverja eru við með trúðamálninguna á okkur bara fyrir það að standi í því að vera með kryptólaðvarp yfir höfuð, en hver veit nema 2-3 ár líði og allt í einu verða þetta einhverjir þvílíkir gúrúar, bæði Tom Lee og Michael Saylor. Já, og all verðspánast Tom Lee verður að veruleika. Já, sjáum til. Við erum að fara að rifja upp verðspá frá Tom Lee, bara svona til aðeins að hressa okkur. Já, hann ég að muna, það getur ekki verið að tala $250 íð. Ég man þetta 150. En hann hefur alltaf haft vit á því að sagði sko að Bitcoin fari 250 í síðasta bullmarket. Já, hann var að tala um að þetta sko $60 í þátti bara að gera sko á þessu ári sko, eitthvað svoleiðis sko, en ég man hann var komin, ég man allavega að hann talaði um $150. Hann hefur alltaf haft vit á því að vera ekki að setja slíkar tölur út í kosmosið í nokkun tíma sko, en já, Guð blessi hann og gangi honum vel. Ætlar þú að horfa á leikinn? Ég ger náttúrulega ráð fyrir því. Já, það er nú plani. Ég var samt að pælja að fara útilegu og allt í nú fattaði það, þá þarf ég að taka með mér iPad, síma eða finna eitthvað stað sem ég geti hort. Mér finnst þetta galin hefð. Ég er náttúrulega minn bakgrunnur allur úr amerískum íþróttum. Já. Og
ég bara næ ekki utan það konsept að því að bara það er óhugsandi ef þú ert hérna að fara að spila Super Bowl og svo heyrðu, á undan Super Bowlunum þá ætlum við að taka hérna liðin sem duttu út í undanúrslitunum til að spila þriðja sætið. Þú veist, þú veist, þessi tillaga, þetta væri í fyrsta lagi bara, þú veist, eini tilgangur með þessi bara enn meiri niðurlæging. Menn eru algjörlega neyti til að spila þennan leik. Skilurðu, þú veist, og líka, þú veist, það væri öllum anskotan sama. Þú veist, hverjum er ekki sama þegar árin líða hver vann brons á HM. Það er meiri sér öllum sama hver tók silfrið. Þetta er bara, þú vannst eða þú vannst ekki. Það er eina sem sagan mann. Og mér finnst það, þú veist, ég get allar sagt eitt. England spilaði fyrir bronsið 2018. Já. Þeir duttu út á móti Króatíu og frakkar unnu Króatíu og þeir spilaði á móti einhverjum. Ég veit það bara því að ég skoðaði söguna hjá... Þeir eru að fara í niðurleikur nummer 2 á 8 árum við erum eins og 3. sætisleik. Hræðilegt. Ekki er ég að fara að horfa á hana leik. Ég er allavega 100% því. Ég verð líklega búin að jafna mig aðeins. Mér finnst Spánverjarnir flottir. Ég ákvað bara að fara í Króatíu-treyjunni núna. Ég pældi að fara í Jamal-treyjunni. Já. Ég var í henni... Ég er í Englandstreyjunni, sko, ok, ég held að fyrir þáttinu þetta. Þá var ég búin að ákveða þetta ef England spátt var í úrslitaleik, þá var ég bara í Spánverjartreyjunni og Englandstreyjunni sem væri ekki eins. Ég var búin að ákveða að win or lose, ég ætlaði að mæti Englandstreyjunni. Og ég held að ég myndi koma inn og við varum að fara í úrslitin. En eina sem fekk mig er bara hvernig þessi fótboltaleikur var spilaður. Hvernig Tökkel bara kastar hann handklæðinu og hvernig svo Argentínumenn veifa þessum pólitíska borða og var ég bara, nei takk. Ég er á bíl og ég vil ekki sjá þessa keppni. Það var bara skilabúðin ég fekk úr þessu leik. Þetta núna hvað ég er fegin, sko, að ég ákvaða svona að dreifa svona auka umræðinu hérna, þú veist, ég ætlaði síðasta þætti og ætlaði ég bara að láta hafa hérna Spánartreyjuna og hafa Englandstreyjuna núna. Þú hefði svona kastað henni í mig. Já, ráðgætt að... Ég hefði örugglega farið niður í boltamann og látið merkja hérna bara þjálfaran aftar hún. Við vorum þvíld ég fór í útverja, sko, keypti Englandstreyjur á alla familíuna, sko. Og sko... Já, allavega, þetta var bara harmleikur. Það er líka þetta notið í tuskur. Já, heyrðu, Björn Harðarsson, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.